Við ætlum að skoða nokkrar styttur af skáldum sem að finna í almenningsrými hér í Reykjavík. Sumar eru mjög frægar, en aðrar eru næstum ekkert þekktar. Sem enginn nefnir að horfa á, greiðstytturnar aleina á stöllunum. Hér á Klambratúni eru tvær styttur af skáldum sem virka hálf umkomulausar og einhvern veginn ekki alveg í tengslum við umhverfið sitt, sem eru reyndar þetta frekar kuldalega tún. Það er annars vegar skáldið og jafnaðarmaðurinn Þorsteinn Erlingsson. Ég trúi því sannleiki að sigurinn þinn að síðustu vegina jafni. Svo er hérna stytta af gríðarlega fótstórum og herðabreiðum Einari Benediktssyni með tröllaukna skáldhörpu. Þessi stytta er reyndar frægust fyrir það að Björgvin Halldórsson og hljómsveitina sem hét Ævintýri klifruðu upp á styttuna á hippatímanum og héldu tónleika. Það var mikið hneykslast á því. Sá Hannes Hafstein sem stendur hérna fyrir utan stjórnarráðið er miklu frekar af þeirri tegund sem nefnist lafafrakki, en skáldið sem orti Ég elska þig stormur sem geysar grund. Og gleðið þitt vekur í blaðstyrkum lund, en gráfisknu kvistina bugar og brýtur og bjarkirnar treystir leið og þú þýtur. Jónas er eiginlega stuttur frakki fremur en lafafrakki. Hið skáldlega leynir sér heldur ekki, því í hendinni er Jónas með blóm. Þar eru komnir smávinir fagrir, foldar skart. Tómas Guðmundsson var annálað snyrtimenni, en hér er svolítið eins og hann hafi farið út í fötunum ópressuðum, já og illa krumpuðum og sé ennþá í flóka inniskóm. Tómas horfir hérna út á tjörnina og það er ágætlega viðeigandi, en styttan minnir ansi mikið á styttu af írska skáldinu Kavanagh sem að horfir út á Liffey ána í Dublin. Stórbrotnasta minnismerkið íslenskt skáld er í raun að finna hér í höggmyndagarði Einars Jónssonar. Það er bara ekki í fullri stærð. Þetta er minnismerki Hallgrím Pétursson. Hann liggur hér á sóttarsæng, Hallgrímur var holdsveikur, og svo kemur íslenska þjóðin gangandi undir merki krossins og skáldhörpunnar hér upp rúmstokkinn hjá skáldinu. Ég veit minn ljúfur lifir, lausnarinn himnum á. Já, ímyndið ykkur ef þetta væri í fullri stærð. Þá væri skáldinu aldrei sómi sýndur á 400 ára afmælinu. Nýjasta minnisvarðan skáld er að finna hérna neðst í Öskjuhlíðinni út við Nauthólsvík. Þetta er minnisvarði Sveinbjörn Beinteinsson, allsherjargoða ásatrúarmanna og rímnaskáld. Og þarna er þessi fallega mannlýsing sem að, já, Sveinbjörn kemur bara fram ljóslifandi í þessari lýsingu. Dalahalur háu nærri fjalli,
hreinn og beinn í háttum var, hlýr og skýr í spjalli. Held ég okkar háttalag, heiti stundar gaman, langa nótt og lítinn dag, lifðum við þá saman. Það vantar náttúrulega fullt af styttum. Hvar eru til dæmis yngri skáldin, atómskáldin og svo eru það þeir sem af einhverjum ástæðum þótt ekki nógu virðulegir. Tómas Guðmundsson sagði Stein Steinarr að það gæti ekki dapurri sjón í Reykjavík en baksvipinn og Steini þar sem hann gengi niður Bankastrætið í rigningu. Það væri kannski hægt að hugsa sér einhvern veginn þannig styttu af Steini Steinarr. Minnisvarði Dag Sigurðarson hlyti að vera hérna hjá Mokka. Hann gæti jafnvel verið að sníkja 500 kall af vegfaranda, eins og hann gerði svo oft. En hvað með konurnar? Hvar eru stytturnar af konunum? Ásta Sigurðardóttir gæti til dæmis verið hérna við Laugaveg 11, þar sem einu sinni var kaffihús. Hún gæti meira að segja verið með ögrandi sígarettuna. En það er ekki víst að fóstrusamfélagið myndi taka það í mál.